langar eiginlega fyrst að vita hvaða nafnið á þessum veitingastað kemur. Já, það kemur bara frá okkur öllum. Við veitum svolítið miklum tíma að reyna að finna nafn á staðinn. Ég laði nú til að fengi nafnið Slor. Mér fannst það mjög fyndið, það var ekki samþykkt sko. Það átti að vera svona eitthvað haftengt á eitthvað hátt af því að við erum á þessu svæði og þetta hús hefur þá sögu og við vildum að það myndi svona stinga svolítið úr stú og vera svolítið svona, já, að fólk myndi muna eftir, það var svona og eitt atkvæði var mjög mikilvægt í þessu vali. Eitt atkvæði, 4 stafir, það var svona við settum okkur einhverja ákveðnar reglur og endaði bara svona, já, smá haftenging og eitthvað sem gengur á ensku út af sko. Förum þá aðeins í húsið. Hvaða hús er þetta? Þetta eru gamlar, þessi partur sem við erum í var beitningaskúr og allir þessi hlutar hérna voru notaðir sem slíkir. Ég held, þetta er alltaf kallað verbúðirnar en þetta hafa aldrei verið verbúðir. Hér var ekki fólk verið að sofa eða verið til húsa, eða búið hér. Það var svona neta og línugerð uppi sko, svo var línunni kastað niður og svo flakið er í 2 beitningaskúrum. Þess vegna eru 2 hurðar og svo er þetta frystiklefarnir hérna sem eru með eldhúsið og sýningarrými. En hvernig kom það til að þið komuð vestur og opnuðu þennan veitingastað og hvenær? Sko, við keyptum okkur hús hérna fyrir 3 árum en það er vegna þess að ég er hérna og við erum foreldrar mínu búið hérna og svona höfum kannski hugsað okkur að vera náttúrulega í fríum og svona hugsaðum ekki mikið lengra en það, svona í bili fyrir 3 árum. En svo vorum við hérna í helgaferð með fjölskyldunni og börnunum okkar hér í mars síðastliðin, fyrir ári þegar að heimsfaraldur skall á og við bara fórum ekkert aftur í bæinn. Við bara vorum hér og fórum sem bara í maí og sóttum búslóðan okkar og ákveðum að hér skildum við vera í fylgi allavega. Já, það var svona pínu, það er allt til alls á Badró. Það eina sem vantaði líka fannst okkur vera bar, þannig að við bara opnum bar sko. Það var ekkert. Þið greinlega blandið saman alls konar listformum. Vilja aðeins segja mér hugmyndafræðina bak við flagg? Já. Við viljum skilgreina okkur náttúrulega, já, fyrir utan að vera krá og veitingastæður þá viljum við vera menningarhús og okkur bara er mikið munum að á svæðinu sunnanverðu Vestfjörðum sé fjölbreytt menning. Gíja náttúrulega tónlistarkona og við komum svolítið úr þeim heimi. Við erum bæði ljósmyndarar. Við veit ekki, okkur fannst bara einhvern veginn tækifæri í því að opna stað sem að býður upp á fjölbreytta list og menningu. Menningartengda viðburði bara, já, okkur fannst það vera svona ábótavant hér á svæðinu og okkur fannst þessi staðir og höfum trúið að við getum kannski allt þessa hlið á hérna svæðinu. Við viljum að þetta sé samkomuhús líka sko. Já. Þannig að strax í upphafi ákveðum að stíla matseðilinn ekki inn á heimamannin og frekar að nærlega ferðamennum þar. Ekki það að heimamenn er að sjálfsögðu velkomnir. Ja, sjálfsögðu. En að því að við erum með einfalda seðil, það er alltaf bara sama súpan, þannig að við erum kannski ekki beint að stíluna heima þar. En þess þá heldur að bjóða upp á fjölþætta dagskrá og erum við mjög mikið á tónleikum og viðburðum. Svo hefur við verið með súpufundi aðra hverja viku. Þar sem við fáum einhvern fyrirlesara og skiptum þá súpu í þau skipti sko. Það er meira fyrir heimamannin. Já, svona yfir veturinn. Já, það er bara einhvert afdrif fyrir heimamann til þess að njóta samveru og menningar. Þið eru með ótal bjórtegundir hins vegar. Hvernig kemur það til? Okkur finnst bjór svo góður. Við erum bara að stíla allt út frá því sem okkur finnst gaman og næs og erum að bjóða upp á það fyrir fleiri. Við erum vissum að aðra séu fleiri heldur en við sem fílum menningu og tónlist og bjór og súpu. Okkur finnst líka sko bara að skoða aðra veitingastæði landið sko sem eru hver öðrum betri. Það finnst okkur oft vanta upp á bjórúrvalið. Við ferðumst og drekkum alls konar bjór. Það finnst okkur bara
og það líka bara svona pínu váfaktor þegar fólk kemur inn, labbar inn svona stað og það ekki bara 200 bjór, þetta kannski 60. Það bara eykur á upplifunina einhvern veginn sko. Og við fáum að smakka líka. Hvernig sjáu þið Flag eftir svona 5 ár? Það bara búið að ganga svo vel. Við erum bara búin að vera með opið í ár, þannig að vonandi verður ekkert mikið breytt, en kannski komið svona meiri taktur í þú veist, fjölbreyttari menningarviðburði. Tónlistarviðburðir ganga mjög vel, og eins og segja, við erum svona að þreifa okkur áfram með frystiklefann með ýmiss konar sýningar. Þannig að vonandi verður bara komið meiri taktur í það og hver veit nema við verðum búin að stækka eða farin að brugga í húsinu eða opna einhverja hliðarsali. Nokkuð sem að stoppar mann í því að lifa góðu lífi á Patreksfirði? Nei, ég get ekki sagt það. Það bara einhvern veginn, okkur finnst allt betra einhvern veginn. Það sem við komum úr hröðu lífi í bænum með börn og okkur finnst þetta bara dásamlegt að hægir öllu og við náum aðeins að eyða tímanum okkar í svona hugsjónar og ástríðverkefni sem við erum mjög ánægð með. Já, algjörlega. Það gefst einhvern veginn bara miklu meira andrými. Það hægist á öllu í fjölskyldulífinu. Við notum meiri tíma með öllum börnunum. Og það gefst miklu meira tækifæri til þess að sinna verkefnum sem okkur finnst vera mikilvæg eða vinna að einhverju sjálf. Það var svona stóri faktor líka við ákveðum að vera hér, það var bara að búa okkur til eitthvað sjálf. Og það hægt þar sem húsnæði ódýrt og einhvern veginn. Tíminn klukkan gengur hægar. Já.